Fjörgin, jörð móðir, árstíðir, svalinn, mundilfari, mandala. Ljóð til Helga. Lánættið lyftir upp bjartri vornóttinni. Göngum laust á grasinu því blómin heyra svo vel á óttunni. Ég verð að hvísla þér ljóðið svo ég veki þau ekki, vinur. Þau eiga nóttina eins og barnið á móðurina. Ég samti þetta nóttina sem sonur minn Helgi fættist. Litla kjaftur og Elva segir: Móðir jörð, þú Þórs og manna móðir, móðir dýra og gróðurs, fjörgin, heil sértu ætíð. Má ég flytja þér söguljóð morgungöngu mína? Hrím stjörnur hverfular. Ég geng ein í austurátt á svörtu malbyggi göngustíks við sjávarströnd vetur, að morgni árla, auð jörð og frost. Hrímdropar merla og gera gangstíginn að himni tindrandi stjörnudjásns, því sólin að reyna að rísa á austurloftinu en nennir því ekki alveg þó. Hún liggur í leti á skýjakotta, af geislum hennar algullnum, teygir sig letulega og geispar. Meðan nætur himinn hægt fölvast allt kring. Hrímstjörnudansin á malbygginu undir fótum mér þakkar geislum hennar glit sitt, en sólbráðin brátt breytir þeim í vota morgundögg. Hverful fegurð, hvers hleyti gyðjunar miklu för að hlíta því móðir jörð snýr öllum skepnum sínum að sólar upprás morgun hvern. Ég þakka ljóðið, svara móðir jörð, gott að fara í morgungöngu við sólar upprás völva mín. Hrímstjörnur þínar fagrar eru jafn hverfular og allar stjörnur aðrar í veröld. Gakk snemma til rekkju og rís úr rekkju árla, í náttar þeli skili hvílast. Mennirnir ætti að lifa í samhljómi við ferli höfðs, árstíðirnar okkar, eyktirnar okkar, eykt og undorn. Yfirborð jarðar á flegiferð í austurátt, það veldur sólar upprás. Hægasta hringrás náttúrunnar okkar mundilfari minn, mandala. Hann í kringum 26.000 ára að teikna sinn hring. Möndulhallinn minn, halli mundilfara mín gerir árstíðirnar. Íslensku börnin eiga skemmtilegar árstíðir. Þið skuli googla Earth's Axis, þá skiljiði árstíðirnar. Hvað veldur sumri, hausti, vetri, vori? Náttúran vaknar, náttúran sofnar og hvílist. Helgustu hátíðirnar eru jólin, sumar, sólstöður og milli þeirra jafndagurinn á vori og hausti. Einn sólarhringur verður svo til við að yfirborð jarðar á flegiferð í austurátt. Sólar upprás að yfirborði þeysist í austur í átt að sólu sem sést þá rísa. Sólarhringur ætti að heita för jarðar umhverfis sinn möndul, umhverfis sjálfa sig. En 365 daga ég að fara kringum sólu, það kalla ég nú sólarhring minn. Óðinn, Merkur, Búdd, snegstur, þá Freyja, Venus, Sjúkra, svo jörð, utar eru Týr, Mars, Mangal, Þór, Júpíter, Gúru, Loki, Saturn, Shani og 2 knettir. Allt þetta flegiferð í sínu yndislega ferli, allt í ránarflæði og gleymum ekki tunglinu mínu, mána mínum. Tunglið okkar hefur áhrif á flóð og fjöru, hefur sína tíðir, sanskrít orð titihi. Stórstreymt eða eftir fullt tungl og eftir nýtt tungl, ekki í kvartélum. Skiljið að fullt tungl gegnt sólu frá jörðu séð, en nýtt tungl í sömu átt og sól. Árdegisflóð og síðdegisflóð hvern dag sem sést í fjörum, sést við kletta og í höfnum. Mest á 5 metra við strendur Ísalandsins góða. Þetta vita sjómennirnir, eiga sín sjávarfallakort, fást hjá sjómælingum Íslands. Þið ættu krúttin mín að lifa í ránarflæði reglu með yktonum mínum. Brunin mestur í kroppnum ykkar þegar sól í hásuðri hæstalofti þann daginn.
Þá skilji stærstu máltíð snæða, það hádegi. Aðeins létta máltíð fyrir nóttina, léttan kvöldmat. Lágnættið frá náttmálum að 8 líkaminn að vinna úr fæðunni, þá meltingin ekki í gangi, maginn í fríi sínu. Ekki því snæða á þeim tíma. Gott að fá sér heitt vatn í malakút, það vill hann. Ekki kalt, því kalt eins og að skvetta vatni á eld. Þau þarna börnin mín sem uppi voru á Satjúku fyrir 1000 ára, vissu vatapitta kaffa eiktana minna. Þekkingin mikla til enn. Þeirra þekking á þessu eiktamáli þessi. Gakti náða klukkan 9 eða fyrir 10 á kvöldin, fyrir pittatímabil næturinnar, klukkan 22. Best að vera steinsopnaður fyrir þann tíma. Úrvinnsla úr fæði þarf frið. Kroppurinn allur kátur ef eigandi fylgir þessari reglu í flæði við mig. Ekki neitt sniðut að vera að lesa eða vinna á nóttunni. Endilega vakna áður en kaffatímabil morgunsins hefst. Kroppurinn fyllist af þingslum slími ef maður sefur fram yfir 6. Þá verður maður klessulegur. Best að æfa rösklega milli 6 og 10 á morgnana. Engum hendar það kaffamanngerðum að taka vel á og hressa sig. En ekki stunda æðislega líkamsæfingar á kvöld kaffatíma. Notaleg kvöldganga hið besta, úti í náttúrunni, rétt búin samkvæmt veðri. Allt jarðarinn í flæði og ferlum, allt áreynslu laust. Ég þarf ekki vekjaraklukku, ekki strætó, því lögmál náttúrun ætíð í þundar flæði. Æsir, náttúrulögmálin bjöðum upp lifta og stjórna öllu snurðu laust. Gott verið í náttúrunni til að ná áttum í hausnum á sér. Þá ég að tala hvíld frá öllu dótaríis frambóðinu sem gleipir og glepur. Ég að hafa áhyggjur af heila barnana. Þau tengd, börnin mín tengd í dótarí. Tölvan tengd, síminn tengdur, iPodarnir og allt það. Heilin tróð mataður af upplýsingum og hljóðum. Vökuvinutarstíð mettað af áreiti, bombanderað af áreiti. Draumsvefn og djúpsvefn hvíld, en nær ekki að hreinsa út áreitis áhrifin. Vitundarstíð 3 sem allir þekkja duga ekki, vakan á æst, hið 4. verður að koma til, nýsast niður. Framboð, framleiðenda, meira og meira og verður meira og meira því allt gengur út. Þorsta barnanna í framboðið viðhaldið með meira og meiri flottum auglýsingum áreiti. Allt stefnir í meiri og meiri segulsviða flækju. Einnig heili barnanna bombanderaður, mér líst ekki á blikuna, allir halda þeir þurfa að vera í lífinu tengdir við dótarí. Heili barnanna verður snemma fyrir þessum ósköpum, þau þekkja ekki annað. Allir í kringum þau á kafi í þessu, svo þau get ekki séð hví þau telja þetta svona æskild og gott. Þau sefjast af framboði á leiðum til að ná upplýsingum og heyra allt sem til. En mín kæru, framboð af smáatriðum endalaust, því engin takmörk sett. Veröldin einn hellingur af smáatriðum, veröldin ekki annað en svoleiðis. Gúnir vopn vitundan, en vopn vand með farin og hættuleg. Hverfull gúnir, efni og orka sem enginn getur hengt hatt sinn á. Gunnarnir 3 náttúrunnar eiginleika mættu á yðavelli fyrir óra löngu og hér enn. Það fjörugir og ráðríkir guttar yfir þyrmandi ráðríkir. Börnin mín á kafi Gunnadansinum vita ekki að þeir eiga ekki að stjórna. Heilin tróð fullur og fær stöðut meira og meira, framboð smáatriða. Þau halda að maður lifi fyrir áreiti og framleiðendur áreitis þreytast aldrei á að styrkja þá skoðun. Sum barnana minna gleyma að losa sig við tröllin sem haugast upp og jötnana sem éta kroppin. Ekki kunna þau öll ennþá að nýsa niður í ægi. Athyglisjúkir framleiðendurnir. Þeir hafa greiðan aðganga athygli barnana minna. Börnin mín hafa greiðan aðganga meiru og meiru. Þau halda að lífi sér til þess að dreifa athyglina og allt og einbytta sér öllum tækjunum til þess að einbytta sér að því sem í boði Það takkar á lyklaborðinu og þeir opna inn í allan heims gúni. Börnin mín halda ranglega að þau finni rosa hamingju í honum. Marta, Marta, eitt nauðsynlegt, segir Jesú minn. Það að finna kyrðina sem allir heimsins Jesúar eiga og lýsa. Við verðum aldrei hamingjusöm með gúni og gunnana eina saman. Rannsóknir á TM samsviðstekninni sína á heilalínuriti sem varpa má á stóran skjá, samræmdar heilabylgjur. Hægra og vinstra heilakvel samræmast
Framheilin samræmist öllum öðrum stöðvum heilans. Hver maður getur fengið heila línurita af sér á 4. vitundastigi við að hnýsast niður. Það samræmi sem iðkun samsviðstækninnar skapar unaðsleg andstæða þess athyglisæðis, þessa sítengingar jötna sem éta börnin mín upp til agna innanfrá. Rannsóknir á samsviðstækni TM sem sannanlega virkar sýna að auðveldar að njóta gúnins veraldar með því að tengjast kyrðinni, sanskrit nishta. Sú tenging nauðsyn sem vörn þegar öll rafeindatengingi bilur á börnunum mínum. Allir kostir heila mannanna grundvallast á að hann vinni samræmt, nái kyrð. Mannshugurinn af náttúru sinni getur tileinkað sér reglu, rán, rögn, regin. Iðkun samsviðstæknina TM veldur meiru og meiru samræmi orkuhlaðinni kyrð. Í hugsanir, orð og gjörðir kemur samræmi. Þetta samræmi kemur svo í beinu framhaldi, sjálfkrafa, í allan kroppin, frumur og starfsemi. Sko, hugsun býr til efni, samræmt heilbrigð heilastarfsemi verður þannig sjálfkrafa heilbrigðar frumur. Íhugum öll ákveðið að öðlast hugsun í fullu samræmi við reglu ginnungagaps og vitum og skiljum og sannreinum að sú fullkomna regla hugsunar skapar fullkomin gungni í öllum sköpuðum frumum líkamanns og fullkomna ránar fegurð reglu í allir í starfsemi hans. Jötnar, ætingi lifandi líkama, verða ekki óðni vili við sköpun yfir sterkari og tenging við ginnungagap gerir óðin vil að við að ferli tengdu við þekkinguna miklu. Það hinn eina nauðsynlega tenging barnanna minna, hið fullkomna samræmi, skemmtilegasta frambúðið, glaðheimar varanlegrar gleði. Heilsu barnanna minna vegna, gleði þeirra vegna og til þess að þau sjáu hvað einhvers virði eldast við og hvað ekki. Ég hugsa vel börnin mín, ég á lofthjúp, þar með ósonlag, þeim til hlífðar. Mennirnir mega ekki misvirða gjafir mínar. Koldíoxíð jólagjöf. Sigmund, ég samt að Kyoto í desember 1997 og búi teiknar jörðina, mynd í þjóðlífi. Á myrkum öldum ráða græðgin og heimskan, dýrslegir menn. Á myrkum öldum eru mennirnir hættulegasta dýr jarðarinnar. Þeir skilja ekki þantól náttúrunnar, skilja ekki gróttasöng, skilja ekki fenju og menju. Þó eiga þeir einir dýra minna að geta skilið. Þeir setja á stofnanir sem heita sætum nöfnum en hafa græðgi og landvinninga að duldu markmiði. Þeir drepa dýr merkurinnar en það mega þeir ekki gera. Hver lífvera á sinni þróunarbrautu og slæmaskuld færir það mönnunum að eyðileggja líf á þróunarbrautu sinni. Gremi mikið safnast upp í náttúrunni okkar. Hvað ekki Jón úr vör? Ég skaut ekki en ég át fegurð fjallana. Hann skildi. Hættulegir menn á myrkum öldum fóðra lífveru til að drepa svo og steikja. Þeir fóðra hermenn og kenna þeim að drepa og deyja fyrir græðgina. Það að hafa her eins og að fóðra geit til slátrunar. Mennirnir riðla lífríki sjávarins með græðgi og illri umgengni. Þeir menn sem éta það sem deytt hefur verið, eta synd. Þeir stífla sína syndar síu og syn verður ekki kát. Náttúran hefur þanþol, en þegar mennirnir stríða synt og heilat gegn náttúrulögmálunum sem þeir ekki sjá en eiga þó að hafa þroska til að skilja, þá safnast upp gremi mikið. Þeir gremja að sér goð sem táknar þessa spennu sem safnast upp í náttúrunni. Við að mennirnir stríða gegn lögmálun sem hún byggir á. Loks springur náttúran. Þá eru mennirnir eins og maurar á teppi sem frúin hristir fram að svala handriðinu. Mannanna urður kemur alltaf í hausin á þeim sem þeirra skuld. Góðir menn gera góða urði og þar með góða skuld. Náttúran eins og mennirnir eru, hún sömu gæða og mennirnir. Mannanna andlegu gæði verða að náttúrunar veraldlegu gæðum, nákvæmlega eins. Börnin mín verða að læra að hnýsast niður, þó þeirra augu sjáu yfirborðið ættu þau öll að skilja hvaðan sýnilega yfirborðið kemur, hvað þetta sýnilega yfirborð og hvað það hylur sjónum. Mikil regla ríkir í náttúrunni, hvaðan skildi öll sú regla komin? Hún frá rán og rögnum komin. Skilja mennirnir það?
Vita þeir nauðsyn þess að þeir ausi upp í sitt líf þessari alheimsreglu og þá verður jarðlíf fallegt. Náttúran ætíð hliðholl því hún sömu gæða og mennirnir. Börnin mín á heimavelli þegar ætlasti til að þau skilji alheimsreglu. Þau vitund, ginnungagab. Hið vökulað svið tilvörunar óumbreytanlegt undirstaða alls. Þaðan stjórnast alheimur, það ginnungagab iðandi innan sjálfsín. Vitund mannana þetta svið, hér býr öll þekking og allir möguleikar, hægur og heimatökin, aðeins þarf að nýsa niður. Mannshugurinn fer áreynslulaust auðveldustu leiðina heim í glaðheima sína. Allt áreynslulaust frá náttúrunar hendi. Samsviðstaknin byggir á eðli mannshugans, engin áreynsla. Ferlið innan við fullkomlega skiljanlegt, mælanlegt, eðlilegt, sjálfkrafa, auðvelt, náttúrulegt ferli. Að nýsast niður huganum eðlislagt, að falla aftur þaðan eðlileg afleiðing streituloss úr taugakerfinu, sleipnir skirrist ögn við áreitið. Áreiti gera ætíð ókyrð, riðla eðlislægri kyrð. Nauðsyn að læra TM-tæknar rétt, setja ferlið rétt af stað. Lærðu TM-kennari kann að kenna það, hann kennir tækni, en hann þarf ekki endilega að vera uppljómaður, aðeins samviskusamur og kenna rétt. Kunna að útskýra mikilvægis samsviðskortsins sem var hérna á blaðsíðu 14, svo allir skilji ferli hugans. Allt gerist svo af eðli hugans sjálfkrafa. Áður grunnur hugur verður glaðheimar. Við TM-iðkun hverfur sjálfkrafa jafnvel fíngerðasta hugsun. Engin tími, ekkert tímarúm, ekkert upp eða niður, aðeins hang á vingameiði. Menn lifa þá brátt glaðheima í daglegu lífi á jörðu. Fennrir fitnar ekki því græðgi og heimska mannana og rangar gjörðir hverfur allt. Menntamenn hætta að gera rangt, fyllast ekki sjálfum gleði og menntahroka. Taka ekki að sér fyrir greiðslu frá græðginni að eyðileggja móður jörð, hætta að menga. Þeir lifa nú meila í sér, hóvarð, son vitundar, finna þór, jarðarbur og óðins. Þeir sækja í baldur, vitundar þroska á hæstu hæðum fagurs í jarðlífs. Þursamærin skaði verður þróunar afli mentamönnum sem og öllum öðrum. Umhverfis slysin hætta, þau ekki lengur í nafni vísinda og tækni misvitra manna. Hrokafullir mentamenn breytast í menn sem skilja náttúruna og upprunand. TM eðlislegt ferli hugans inn á við í kyrð. Hugur mannana úr þessari kyrð. Hann að skreppa heim. Römm svo taug sem rekka dregur föðurtúna til, sem huga dregur tífatúna til. Innri kyrð gefur þeim tækifæri til að skynja sjálfa sig gefna sjálfum sér. Kannski ferlin mín svo innbyggð í mennina að kyrð og áreitislaust líf gefi þeim einnig tækifæri til að skynja ferlin mín. Telpa fætt í sveit fyrir það bil 100 árum þurfti að vaka yfir túninu til þess að féð stælist ekki grasi sem búið var að bera skítin á og átti að slá að hausti. Reka þurfti rollurnar úr eða ætluð að kroppa í túninu. Hún var alein vakandi, allir á bænum sváfu en það var nótt. Að vísu var björt vornótt en samt gat beigur gert vart við sig. Aleitt barn nótt hafði vist næmi og vissar pælingar. Á þessum tímum ríkti enn á Íslandi viss fáfræði hinna myrku alda. Börn héldu að draugar væru á ferli í myrkri. Myrkrið var mikið á löngum vetrum. Myrkur ríkti ef ekki var snæviþakin jörð og fullt tungl á heiðum himni, en þá var að vísu ratljóst úti. Minna var ljós í bæjarhúsum, þröngir gangar, í hæstalagi flöktandi týru sem gerðu skuggana lifandi. Þegar telpan var ein á dimmum nóttum var hún oft myrkfælin, en ekki eins í baðstofunni þar sem fólki var. Henni þótti skrítið að myrkfælnin á veturnar var mest á kvöldin, en myrkfælnin minni eftir miðnætti, þótt sama tjöru myrkri væri, enda vetradagurinn stuttur. Og telpunni þótti einnig skrítið að fyrir jól var myrkri meira ógnandi heldur en á útmánuðum. Samt var alveg jafn dimmt í janúar og í desember. Á þeim hluta ferlisins sem var dvínandi, sem í dimmuna gekk, var óttinn, myrkfælnin, meiri en á þeim hluta ferlisins sem var vaxandi, stefnandi í birtuna. Váli valur morguns. Samt var sama myrkrið, því þetta var í sveit há vetur á Íslandi.
Einhver tilfinning var samt í telpunni fyrri hlutanætur sem óttavekjandi, en síðari hlutanætur ekki. Dvínandi virtu vegna möndurhallans fyrir jól ógnvænlegt myrkur, en í vaxandi birtu eftir jól, sama tjöru myrkri þó, minna að óttast. Var það ekki myrkri sjálft sem draugarnir földu sig í? Voru kannski engir draugar, engar óvættir? Eru ferlin svo rík að þau toga okkur með sér? Skildum við vera búin að glata þeim í rafmagnsljósum og græju veröld nútímans? Það var kuldi, oft fraus í koppunum. Næturgagg var undir hverju rúmi í baðstofinni til þess ekki þyrst að fara út á útikamar hánótt. Eldurinn var falinn á hverju kvöldi, glóðin sett í stórt járnílát, ösku mokað yfir, borið fram eftir dimmum göngum út í gamla eldhús í torfbænum. Að morgni borið tilbaka í eldhúsið í timburbænum nýja, skarað í og bætt á. Oft var mórinn blautur og logaði illa. Sumstaðar tíðkaðist að sofa á fjósloftinu til að fara á hitan frá kúnum, en á vorin var flutt aftur í baðstofuna. Til á ítölsku kópri fuoco, hylja eld, nota nú í merkinguna að útidyrunum læst á miðnætti, enginn kemst út, enginn kemst inn, sem ekki skila sér fyrir þann tíma. Í ensku orðið curfew, ekki samt margir sem vita hvernig það til orðið. Menn vita ekki lengur þá vinnu sem fólkin var í að fela eldin og hversu eldur bestur og sólar sín. Við skulum bera virðingu fyrir lífsbaráttu þess fólk sem tók sinni skuldu, sem uppi var, á myrkum öldum fáfræði og ótta. Óttin var tæki til að halda þeim í skefjum. Börnin mín eftir vill núna heimtu frekar dekurdúkkur, tengdar í alls konar háfað á upplýsingatæki sem framleiðendur græða á. Skilja ekki að fáfræðin liggur í því að sækja í upplýsingar eingöngu. Fáfræðin liggur í því að við erum ekki gefin sjálfum okkur og móðir jörð líður. Orðið örlög eitthvað sem allir þykjast skilja, en ekki víst að mennirnir viti að hver mannanna urður býr til þeirra skuld. Ekki víst að mennirnir viti að fyrir 1000 ára var vitað að vegir gjörða eru órannsakanlegir, í Bhagavad Gita, Gahana Karman og Gati. En nýsta að standa föstum fótum í ginnungagapi, menn í eigin vitund manna. Hver maður ber ábyrgð og ætti ekki að lifa ósvinnur í gjörðaflækjunni órannsakanlegu. Guðinn á sviði náttúrulögmálana, þaðan geta menninni stjórnað. En gunnarnir 3 og gungnir á sviði ýmis. Hver gjörð manna sem eingöngu á því yfirborðs sviði lifa of veik til að stjórna. Stapatjavet byggingaþekking æva forn og djúp þekking á hlutföllum og á þeim kröftum í náttúrunu og sólkerfinu okkar sem hafa áhrif á börn jarðar. Mennirnir ætti að snúa dyrum húsa sinna í há-austur. Yfirborð jarðar á flegiferð í austur. Austur heitir því hin rétta átt. Öll hús ættu að snúa rétt á höfuðátturnar og inngangur á austurlið. Engin skökk hús ætti að vera til, þau hús þeysast skökk í austur, áttina réttu, með yfirborði mínu móður ykkar jarðarinnar. Ekki nota segul norður, því ég, móðir jörð, alltaf að umpóla mig. Reikna skilir rétta misvísun eins og sjómennirnir gera, misvísun breytist hægt. Noti lengdar og breytabauga jarðarinnar til að finna há-austur. Stapatjavet híbili þau einu sem borið geta nafnið húsaveiki laus. Allar þannig byggingar í samræmdum hlutföllum, ránar og þundar skipulagi, hlutföllum sem einnig finnast í mannslíkamanum. Stapatjavet híbili virka eins og framlenging manns. Ekki að maðurinn fari inn í eitthvert hús, heldur að maðurinn vikki út þar inni. Segulsvið jarða dregur að sér kossa sólar og myndar sólkrónu bragandi norður og suður ljósa. Þetta sjá mennirnir með augunum sínum og trúa því þá. Mennirnir þurfa einnig að skilja að sólin og reikistjörnundar hafa áhrif á líf á jörðu. Borðstofan í suður rými hús sem smíðað samkvæmt þekkingu Stapatjavet. Svefnabergið í dvínandi birtu vestur sólar. Í norðri sóma ríkjandi. Því gott að hugsa og lesa í norðurherberginu. Heili manns vinnur best þegar maðurinn snýr í austur, segir doktor Tony Nader læknir.
Þalamus, samsvarandi sól, fýrar þá best. Þekkingin ævaforn og fögur. Hún að verða hávísindi nútímans, endur fundin, endur uppgötvuð og mennirnir þurfa að skilja að fjár til allra framkvæmda þarf að afla heiðarlega, eigi taka meira en þarf. Hæversku skal sína í hvívetna í umgengni við jarðarinnar gjafir og gæði. Í álfheimum verður bjartara og víðara eftir því sem innar dregur. Nísi niður, nemið upp fimbulrúnir. Vitundarvísindi forfeður okkar, skiljum ferlin okkar. Mennirnir bera ábyrgð.